Gylfi, þetta voru erfið en sæt 3 stig, ekki satt? Mjög erfitt, kannski gera það svona ennþá sætara að skora seint í seinni hálfleik og svona ná að halda út í lokin, en spila á móti mjög öflugu svona varnarlega skipulegu lið og var erfitt að brjóta það niður með 5 tilbaka og þetta eftir markið þeirra í seinni hálfleik þá voru kannski svona, ég veit það ekki, kannski svona heppnir og ekki heppnir, ég veit ekki, ég var bara ánægður með 3 stigin og bara mjög sætt að ná að snúa sig við eftir að þeir jöfnu. Einmitt, bara hversu sætt var að sjá hann inn í netinu þarna á 80. mínútu? Það er náttúrulega bara geggjað, komið mikilvægan tíma, eins og ég segi, bara fullkominn tími til að skora og ekki of langt eftir, þeir eru alveg hættulegir í skyndisóknum og svona uppspila út á kantana og koma krossina fyrir, en það var bara mjög ánægilegt að halda þetta út. Hvernig fannst þér framistæðan hjá liðinu? Fannst þér svona eitthvað vinnu eða? Já, ég held að við vorum ekki svona, hvað segja, jafn sjarp svona fram á við, sérstaklega í byrjunarleik. Við vorum kannski aðeins að flækja hlutina, kannski að reyna að skora strax, þannig að vera bara að bíða rólegir og spila boltanum. En jú, ég held að sérstaklega í fyrri hálfleik, þá áttum við mikið inni og vorum kannski svona sjálfum okkur vestir kannski þegar við komum svona í síðasta þreifingu á vellinum, en skiptir ekki máli, spila ekki vel núna, bara að vinna leiki. Við fengum umdeilda vítaspyrnu, sástu atvikið? Nei, ekki nógu vel, ég sá bara eitthvað klafs, ég sá ekki hvor sparkaði hvern, fóru báðir niður. Fyrir mig, ég ekki búinn að sjá þetta eftir, þannig að mjög erfitt að dæma hvað var hvað sko, en ég held að sé alveg tímabært fyrir dómarana kannski að fá einhvers konar hjálp þetta nógu erfitt starf, þannig að ég held að ef til dæmis eins og ekki körfuboltinn með þetta á Íslandi, þannig ég hlýt að geta haldið því fram að það sé hægt að setja þetta upp fyrir fótboltann líka, bara til að gera þetta eins og segi, bara auðveldara starf fyrir dómarana. Þú ert ekkert fara að taka vítaspyrnuna sjálfur? Jú, sjálfsögðu. Helgi skoraði úr sinni síðustu, þannig að hann sjálfsögðu heldur því bara áfram. Ég tók 2 víti minni meðan Helgi var annarkvort út af eða á bekknum og það var sá sem skoraði síðast, hann heldur áfram. Þetta hagstæði úrslit í Garðabænum, það hlýtur að bara þýða mikið? Já, það bara þýðir 2 stig, ekkert annað en það samt, það er 4 leikir eftir, þannig að það eru nóg stigum til að spila fyrir. Þannig að við höfum bara hörkuleik næsta mánudag minnum mig á útivelli, þannig að bara gera okkur klára núna fyrir þann leik. Takk. Takk.